Já, sæl, við erum hérna með Glóiðu Kristjánsdóttir og Jórunu Elenóru Haraldsdóttir. Þau eru nemendur í MH og ætla aðeins að segja okkur frá því sem er búið að gerast í MH. Hæ, takk fyrir að koma. Já, Tara, takk fyrir að hafa okkur. Getið þið sagt okkur aðeins frá svona hvernig þetta er búið að þróast og byrja, þessi uppreisn sem er að eiga sér stað? Já, þetta sem sagt byrjaði á að hópur nemenda ákvað að setja upp blað sem að hefur komið oft í fjölmiðla núna, síðastlegin sólarhring. Svona kvörtunarbréf. Sem er svolítið klassískt í svona byltingum og uppreisnum. Já, og í lok skóladags þá var búið að skrifa mikið á speglana inn á baðherbergjum skólans. Já, með varalit. Með varalit. Til dæmis af hverju eru svona margir nauðgarar í MH. Já. Og auk þess voru nokkrir nafngreindir á einum spegl. Já, þetta var mjög stórt, mjög mikið svona svolítið að dýfa sér svona head first inn í þetta og ég myndi alveg segja að það þurfti svolítið að fá eitthvað svona stórt og mikið til þess að koma þessari umræðu í gang í skólanum. Og reiði sem er að blossa upp hana. Já, akkurat, og þetta er búið að vera ég minnst að finn fyrir því að þetta er búið að vera að krauma í svolítinn tíma í MH af því að þetta er ekki bara þessi eini hópur sem hefur fundið fyrir þessu, greinilega. Og já, aðal vandamálið er sem sagt að þolendur þurfi að sjá gerendurna sína í skólanum og að þau labbi bara án afleiðinga. Já, án afleiðinga, akkurat. Það er kannski aðalmálið að kynferðisafbrotamenn er að komast upp með þetta og svo einhvern veginn er ábyrgðin sett á þolendur að einhvern veginn kljást við þessi mál. Já, það er náttúrulega líka það sem að skólastjórn getur ekki gert neitt. Út af í svo mörgum tilvikum, já. Út af að kerfið leyfir þeim ekki að gera neitt. Og eiginlega markmiðið okkar er að breyta kerfinu, við erum að mótmæla kerfinu en ekki skólastjórn. Já, þetta er ekki stríð á milli sem sagt nemenda í MH og skólastjórnar MH, þetta er á töluvert stærri mælikvarða þar sem að þetta eru nemendur bara allt land og kerfið sem sagt, við erum ekki að reyna að bölva honum Steini rektori neitt. Þið vilja ekki setja ábyrgðin á skólayfirvöldin? Nei, ekkert endilega, nei, akkurat, því það myndi aldrei koma neitt mikið úr því, akkurat. Við þurfum að hafa góð samskipti og samstarf á milli stjórnar og nemenda og jafnvel annarra skóla. Bara allra. Og já, allra, til þess að fá einhvers konar lausn eða ykkur úrræði sem að akkurat, einhvers konar framfarir, akkurat. Þetta hefur líka verið svolítið komið greinilega fyrir nokkuð oft í MH. Það eru komið út pistlar á Vísi í dag þar sem að fólk er að lýsa upplifun sínum að mjög svipuðum atvikum eins og við verið að segja frá núna. Og þá eru þolendur beðnir að skipta bara skóla þó að kæru séu lagðar fram og síðan dómsmáli tekið upp en fólk er bara sýknað undan glæpinum og nemendur eru beðnir þolendur að skipta skóla bara. Einhvern veginn þeir eru að krefjast þess að þessu sé breytt eða eitthvað sé gert í þessu. Já, það er náttúrulega bara ekki í lagi og þetta hljómar eins og eitthvað svona ekstrím dæmi svona og það er ekkert neina afsökun samt svo aður, það er bara enga veginn í lagi að vísa þolendum út úr skóla, sínum eigin skóla. En sko, ég náttúrulega er þolandi og ég hef talað við skólan og mér var ekki vísa út. Já, sem betur fyrr. Það sem var gert var þau töluðu við hann en það er það síðasta sem ég vissi var að ég fór á fund hjá námsráðgjafa, talaði við hana, útskýrði allt í smáatriðum og hún sagði að það yrði talað við hann og ég hef ekkert heyrt síðan. Já, og þá að vera búið að tala við hann veit ég að það átti að vera gert í síðustu viku en svo kemur ekkert meir út úr því Já, því þetta er endalaust svona akkurat, þau mega ekki gera ákveðna hluti, þú veist, og þetta er ekki endilega á
þeirra ábyrgð og eitthvað svona, svo þetta bara svo ótrúlega mikill galli í þessu kerfi að sé bara að skólinn sé í þeirri stöðu að þau geti ekki gert neitt í svona málum. Geti ekki eins og niður tekið fólk úr áfanga fyrir eitthvað svona. Já. Og svo einmitt kannski í víðari myndinni að þá að þessar kærur síðan verða ekki að neinu oft. Já, akkurat. Og það sé mjög skýr ummerki að atburðurinn átt sér stað. Já, og þetta náttúrulega bara við alla skóla, einmitt, og bara allt og mikið af fólki. Akkurat. En þeir eru það skipulegja núna fleiri mótmælið ekki núna og nokkri skólar saman eða hvernig? Jú, eða svona. Það verður sem sagt gengið út úr tímum á morgun, 5. dag, 7. október. Ekki á morgun? Nei, heldur á 5. daginn. Ekki á morgun á 5. daginn. Það verður gengið út klukkan 11 og við höfum hvatt aðra skóla til að taka þátt. Til dæmis Vestló er búið að Já, Vestló kom sko eiginlega fyrst til okkar og kom með hugmyndina, eins og ég skildi það, að hvort að þau ætti ekki að standa þarna með okkur, sem ég finnst alveg bara ótrúlega frábært, með að við hvernig Vestló og MH eru kannski ekkert eitthvað bestu vinir, þá er þetta bara miklar framfarir á þeirra alveg, finnst mér. Allt í byrjunin á fallegri vináttu. Já, vonandi, eða ekki, skilur, en þetta er bara alveg frábært hjá þeim og einmitt, við erum búin að búa til auglýsingu núna, sem við settum á Facebook, ef ég man rétt. Já. Það að aðri skólar geti bæði sem sagt komið í MH og staðið með okkur þar eða jafnvel bara mótmælt fyrir utan sína eigin skóla. Þetta er einmitt örugglega ekki einstæmi að þetta sé svona í MH, þetta er örugglega líka svona í hinum Já, framhaldsskólum. alveg 100% náttúrulega og þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki bara einmitt eins og þú segir, mál í MH, þetta er mál sem snertir alla skóla og þetta er bara byrjunin á mjög mikilvægri umræðu sem er í gangi núna í menntaskólanum við Hálið. Já. 5. daginn klukkan 11 þá gangið út og þið bjóðið aðra skóla velkomna með eða gera þið sama hjá þeim. Já. Já. Það satt fyrir utan aðalingang skólans. Já, eða rennihurðina, eða ekki? Já. Jú, það er víst annar aðalingangur en rennihurðin er staðsetning mótmælana. Já, við vonum bara að sem flestir komi, náttúrulega, og að þetta hafi sem mest áhrif og veki sem mest athygli. Frábært. Við bara óskum ykkur mjög góðs gengis. Jórunn og Glói, takk kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Nú næst ætlum við að hlusta á hann Pétur, samtal, hann ætlar að segja okkur aðeins frá Rousseau.